Komið þið sæl og takk fyrir að bjóða okkur að koma hérna og hitta ykkur, fara yfir þessi mál og takk fyrir að halda þessa ráðstefnu. Mikilvæg. Við Hlynur ætlum að tala við ykkur svolítið sem svona bæði með fortíðarspeglinum, baksinsspeglinum og náttúrulega aðeins horfði til framtíðar. Og við erum líka svona kannski svolítið rödd viðbragðsaðilana sem voru þarna á svæðinu. Þá við náttúrulega okkar fókus á lögreglustarfið og það allt saman en það náttúrulega voru gríðarlega margir sem komið þarna að björgunarverkinu. Náttúrulega ekki síst heimamenn sem náttúrulega báru hitann og þungan í byrjun en síðan við hinn sem komum síðan reyndum að gera okkur besta í kjölfarið. Á þessum tíma þá var ég rétt rúmlega 20 og nýráðinn í lögregluna. Nýlega búinn að læra að reima skóna sjálfur og smyrja með nesti. En Hlynur var komin aðeins lengra á vegu, það ekki? Jú, passar. Já, komið sæl. Ég heiti Hlynur Hafberg Snorarsson og yfirlögregluþjónn hérna lögreglunnar á Vestfjörðum. Ef við kynnum okkur kannski, það er lett að gera það, ekki? Já. Þannig að ég kem að Suðurlandinu og þekkti ekki Vestfirði þegar ég kom hérna 1983 og gerist lögreglumaður hérna og síðan varðstjóri og síðan lögreglufulltrúi eða yfirmaður rannsóknardeildar í 24 ár og síðustu 13 árin hef ég verið yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum. Ég kunni nú að reima á mig skóna sjálfur og annað slíkt þegar þessir atburðir gerast þá eini rannsóknarlögreglumaðurinn á norðanverðum Vestfjörðum þegar þessir atburðir sem við ætlum að fjalla gerust. Þó við ætlum að tala aðalega atburðina Súðavík 95 og Flateyri þá munum við aðeins fjalla mannskæð snjóflóð sem urðu hérna á Vestfjörðum frá 1983. Það er pínu sjálfhverft af því að ég byrjaði hérna í löggunni á þeim tíma en þið virða það við mig. En þarna eru tugir mann sem að deyja í þessum snjóflóðum sem við ætlum að fjalla þessum og við hugsum bara með virðingu og auðmýkt til þessa fólks. Þú átt nú til að kynna þig betur. Já, takk fyrir það. Ég er alin upp í Bolungarvík sem er næsta sveitarfélag við. Sem er svona mjög stórt inn í sér en ekki stórt að höfðatölu. Og þegar ég farið til Bolungarvíkur þegar komið þangað að sjáu að það er enga mjóa götur, það eru breiðstræti. En ég þá alin upp þessar aðstæður sem náttúrulega eru hérna gjarnan, þessar ýktu veðuraðstæður sem við þekkjum mörg, það sem er ekki alltaf gott veður. En til að setja okkur aðeins í gírinn fyrir þetta, þá að því að okkur svolítið tamt að líta tilbaka og spá í voðalega fólk vitlaust eða akkur voru hlutinni gerð með einhverjum ákveðnum hætti og þá kannski gott að aðeins að fara í tímavélina. Ég náttúrulega nýtti tæknina, maður er ekki maður með mönnum nema að nota ChatGPT. Þannig ég spurði hvernig var tíðarandinn 1995. Þetta er það sem við fengum upp. Það er tískan, pólitík, veðurfar og dægurmálin. Mér finnst þetta áhugavert með veðurfari. Þarna ætla að hægla þetta með rauðu. Árið 1995 var ekki sérstaklega eftirminnileg fyrir óvenjuleg veður. Við tökum ekki undir það við Hlynur og margir fleiri. Bíll ársins, Volkswagen Polo. Ungmennin sáust gjarnan með svona þessi buxur voru mjög vinsæl og þessi skófatnaðir vinsælustu bíómyndirnar ekki svona detta með mér aftur í tímann. Þetta er það sem Hollywood bauð okkur upp á. Þetta er það sem íslenska kvikmyndaflóran bauð upp á og svona lögin, Sólstrandargæinn og Coolio með Gangsters Paradise. Þetta var sem sagt, nú er öll komin aftur það ekki. Ég veit að voru allir horfðu gluggan án og dáðst að veðrinu hérna í Ísafirði og hvað var bjart og fallegt og sól í heiði og þannig er það eiginlega alltaf. En stundum þá er það svona, þetta er myndtekin í miðbæ fyrir framan gamla bakarið á svona góðum vetrardegi og við sjáum þarna sést allar milli ljósastöra. Og stundum var þetta svona og fréttirnar voru mjög mótar af þessu, því náttúrulega búandi í Bolungarvík með óslíðina að þá vaknar maður yfirleitt fréttirnar á morgnana hvað var mörg snjóflóð á óslíðinni.
18 snjóflóð á Óshlíðinni þennan veturinn eða þennan morguninn eða 32 eða 46 eða hvað var. Þetta var bara veruleiki og svo keyrði maður þennan veg seinni part dags inn á Ísafjörð og fór til að fara í skóla eða til vinnu. Og þótti bara eðlilegasta mál og einhvern veginn var, eins og kannski kom fram áðan, þetta með snjóflóðin, náttúrulega verandi mjög stór áhrifavaldur í lífi okkar þjóðar og hvernig það verið tekið mannslíf, en samt hvernig við vorum ekki endilega að taka eins alvarlega og ástæða var til. En samt voru náttúrulega atburðir í kringum okkur, eins og hérna með þessi atburði hér. Mætti ég biðja setustjóran að gera okkur viðvart þegar við hefum svona 5-10 mínútur eftir. Þannig við endum ekki út í skurði. Það líka. Já. En ef við hlaupum hratt yfir mannskæða snjóflóð á Vestfjörðum síðan 83 og þá féllu 2 krabbaflóð ofan Patreksfjarðar og 4 einstaklingar samtals létust þar. 8. mars þá voru 2 lögreglumenn á leið til vinnu, bjuggu í Bolungarvík og leið til vinnu á Ísafirði. Annar bíll var á sömu leið, vélsmiður sem bjó í Bolungarvík og vann hérna á Ísafirði. Og það fellur snjóflóð og 2 menn úr þessum 2 bílum fara upp á snjóflóðið til að athuga aðstæður. Það var vanalegt á þessum tíma. Fólk talaði það á þessum tíma að maður var hvergi öruggari nema á nýföllnu snjóflóði. En það afsannaðist hressilega í þessu tilfelli. Því að þegar þriðji maðurinn, þegar farþeginn í öðrum bílnum fer að athuga með félaga sína, þá eru þeir horfnir. Og það sem deyja 2 menn sem að standa á nýföllnu snjóflóði og það kemur annað í kjölfarið. 14. nóvember þá vélamaður að ryðja snjó í Kynninni svokallaðri hérna við Breiðdalsheiði. Þar náttúrulega göng í dag undir Breiðdals- og Botnsheiði, en hann að vinna við snjómostur og það fellur fleki ofan hlíðarinnar og feykir hún niður, hann deyr. Og 5. apríl 94 þá fellur snjóflóð hérna á Seljalandsdal, þar sem að skíðasvæði Ísfirðinga var og heldur áfram niður og niður í Tungudal eða framkallar annan snjóflóð þar. Og þetta var rétt eftir páskana þetta ár og það voru 2 hjón hjón í 2 bústöðum og það deyr 1 aðili þar. 16. janúar þá fellur snjóflóðið umrædda í Súðavík og þar deyja 14 manns. Og 9 mánuðum seinna þá fellur snjóflóðið á Flateyri þegar að hörmungarnar eru hérna í Súðavík 2 dögum seinna þá fellur snjóflóð í Reykhólasveit og á útihús og þar deyr bóndinn Grund í Reykhólasveit. Og síðan 9 mánuðum eftir snjóflóðið í Súðavík þá fellur enn stærra snjóflóð og mannskæðara á Flateyri. Rögnvald, vilt þú taka við? Já, þetta eru svona myndir sem að fundum einfalda leið. Þetta frá Tungudal, aðstæðan sem voru þar. Og náttúrulega, persónulega reynsla okkar begge, við náttúrulega vorum þar að störfum og síðan náttúrulega við líka persónulega reynslu. Ég lenti sjálfur í snjóflóði í vinnunni af því að á þessum tíma tíðkaðist það var bara verklega að féll snjóflóð einhvers staðar í umdæminu okkar, það fór venjulega á staðinn. Ekki bara svona að því bara eða til að setja okkur í hættu svona að kanna okkar, heldur þá var hugmyndin alltaf svo að kanna er einhver annar í snjóflóðinu, eitthvað sem skemmdist, vegurinn lokaður
Þetta gat haft áhrif á aðra þætti eins og þetta stundar sjúkraflutninga, þetta komast þarna á milli og annað þess háttar, fýsilegt að opna veginn og það var alls konar ástæði fyrir þessu en kannski ekki svona eftir á hyggja gáfulegast að fara inn á snjóflóðahættusvæði til þess að skoða aðstæður. En svona var verklagið á þeim tíma. Og þetta gerist skömmu áður en að atburðurinn verður í Súðavík að þá féllur bara réttu mánuði áður snjóflóð á bæinn, eða miðbik bæjarins. Það sem er maður heima sem lenti í því snjóflóði, en hann lifði það af, en húsið hans eyðilagðist þeim að rétt. Svo líka áhugavert að velta fyrir sér þegar við vorum að skoða þetta og svona undirbúa finna efni fyrir þessa kynningu. Þá fundu þessa frétt Sorpeyðingarstöðin ekki talin vera á snjóflóðahættusvæði og svo næsta milliföruðsögn fyrir neðan á svæðinu hafa þó fallið mörg snjóflóð og eitt stærsta snjóflóð sem fallið hefur í Skuggelseli féll þarna í byrjun aldarinnar. Þannig að þetta svona áhugavert. Og svo náttúrulega eftir að Sorpeyðingarstöðin var byggð og ég náttúrulega með persónulega tengingu það líka bæði, ég vann við að byggja þessa Sorpeyðingarstöð, hún mjög vel járnabundin grunnurinn og svo var ég fyrsti lögreglumaður þarna á staðinn að tala við þessa menn þarna líka. Þetta þeir sluppu þegar snjóflóð féll á Sorpeyðingarstöðina, sem betur fer. En þá eru komin að Súðavík og þarna sjáum við í rauninni fyrstu blaðsíðuna í mjög langri skýrslu lögreglunnar á Ísafirði snjóflóðið í Súðavík. Sem sagt skjal númer 1, blaðsíða númer 1 og með þess að kafli 1 ef ég man rétt. Skjal sem þú þekki betur heldur en ég. Já, það kom náttúrulega í minn hlut sem eina rannsóknarmannsins á svæðinu að gera mannskaðaskýrslu vegna atburðarins í Súðavík og þar eins og segir á fyrstu síðunni þá þetta er svona ágrip af svona því helsta en þarna voru 25 hús á þessu áfallasvæði og nokkur hús sem þar sem voru starfsemi fyrirtæki. Þarna var leikskóli á svæðinu en almannavarnir hafa ákveðið að loka leikskólanum kvöldið áður og þarna hafði farið fram rýming kvöldið og rýmingunni var ekki lokið fyrir bara undir morgun þennan sama dag. En það var rýming á húsum sem voru hins vegar ekki á þessu áfallasvæði þegar til kom en á þekktu svæði. Þetta er myndaskýrsla. Þetta var nú 30 ár síðan, þarna var nú ekki verið að nota mikið annað en filmuvélar og þarna voru aðferðafræðin frekar fátækleg varðandi teikningar og svo framvegis. Þannig að þetta var nú var aðferðafræðin á þeim tíma að vera með glæru ofan á glæru og ofan á glæru til þess að sýna fram á aðstæður. Þetta er handteiknað Þetta er handteiknað, já. Á hliðinni Jú. En hérna sjáum við útlínu flóðsins og útlínu flóðsins, þarna erum við að reyna að átta okkur á hvar flóðið lendir, hvaða hús verða fyrir því, hvar fólk var í húsunum þegar atburðurinn gerist og við höfðum sem sagt hluti af því að vinna þetta áfram var að hafa samband við allavega einn eftirlifandi í hverju húsi ef það var að ræða til að fá að vita hvar fólk var í húsunum og annað slíkt. Þannig að þessar tákntölur sýna hvern og einn einstakling og hvar hann var
og hvar hann fannst síðan þegar viðbragðsaðilar komu og björguðu, eða þá í einhverju tilfellum komst fólk á sjálfstæðum. Hérna eru svona myndir sem ég tók vorið eftir sem sýna áfallasvæðið, og þetta eru myndir sem voru teknar hérna veturinn, og eins og við sjáum hérna neðst til vinstri að þar er ég að taka mynd af bíl eftir að snjóruðningstæki höfðu rutt leiðina, og þetta var, minnir mig, eitt af 18 flóðum sem voru á Súðavíkurhlíðinni. Þarna var ekki hægt að komast landleiðina, þurfti að komast sjóleiðina frá Ísafirði og síðan Reykjavík. Og líka ef maður rétt á þessu staðar sem þessi myndi tekið með bílinn, það kom í ljós eftir á að þetta er ekki einu svona á veginum, þetta er lengst út í fjöru. Þannig að þetta var svona besta gisk, og svo þegar fór að létta aðeins til, það kom í ljós að það var rutt einhvers staðar langt út í, en þannig að vegurinn var nær fjallinu. Algjörlega. Náttúrulega aðstæður í Súðavík voru gríðarlega erfiðar þegar það ástand var í gangi. Það var óveður nánast í allan tíma sem björgunaraðgerðir stóðu yfir, og ekki bara það var alveg kolvitlaust veður og náttúrulega bullandi snjóflóðahætta á staðnum. Það er einmitt oft verið talað þetta, hvað þetta er lítið af gögnum. Þegar ég voru að leita myndum, og þá var þetta svona sem ég fann á netinu. Þetta eru svona einhverja klippur úr einhverju örstuttu vídeó sem einhver tók þarna af það sem leitaraðgerðir í gangi, og það svona sýnir þessa erfið aðstæður. En af því að fjölmiðlafólki var ekki hleypt inn á svæðið, og þetta er fyrir tíma GSM-símana, en það var ekki allir með myndavélarljósi eins og er í dag, þá er sáralitla heimild í rauninni til af þessum atburði og því sem var verið að gera þá, því þrekvirki sem að björgunarfólkið vann við gríðarlega erfiðar aðstæður. Og aðeins tengt þessu, á þessum tíma þá var sérstök almannavarnanefnd í Súðavík, og hvert sveitarfélag var með sína almannavarnanefnd, og vegna fámennisins í Súðavík að þá var almannavarnanefnd Ísafjarðar falið að stýra aðgerðum. Eins og var á þeim tíma, það var ekki aðgerðastjórn, það var almannavarnanefnd, hún var í aðgerðafasa líka. Á þessum tíma þá, eða eftir atburðina í Súðavík, þá var mikið deilt á almannavarnanefndina, og sérstaklega þáverandi sýslumann sem fór fyrir nefndinni að hafa lagt á fjölmiðlabann, og það er aðeins og auðvelt að vera með slíkar yfirlýsingar eftir á þegar við vitum að ferjun viðbragðsaðila og annarra tókst. En á þessum tíma, og það er rétt að geta þess að, eins og Rögnvaldur segir, að það var arfavitlaust veður, og þegar að ákvörðun er tekin að manna farþegaskipið og ferjuna Færnes, sem að þá var hér, kalla út skipstjórann og fá hann til þess að fara til Súðavíkur með fyrsta hóp viðbragðsaðila, þá var algjörlega óvíst hvort að sú ferð myndi verða takast. Það var algjörlega óvíst að þetta yrði ferð sem að myndi takast, eins og sagði, og maður getur vel sett sig í spor þess sem á að taka þessi ákvörðun að senda skip með viðbragðsaðilum, óvíst hvort að skipið myndi komast í höfn, að bæta fjölmiðlafólki í þennan hóp. Þarna snýrist þetta bara um mínútur að bjarga fólki, og óvíst hvort að það myndi takast. Þegar komið til Súðavíkur, og þá var viðbragðsaðilum dreift á áfallasvæði til þess að grafa upp í snjóflóðinu. Það var líka algjörlega óvíst hvort að það myndi falla aftur annað snjóflóð og granda viðbragðsaðilum.
Þannig að þetta eru vangaveltur sem er rétt að hafa í huga áður en við höfum að dæma forfeður okkar eða forvera fyrir ákvarðanir sem teknar voru á þeim tíma. Já, þetta er sérst myndi líka frá Súðavík, loftmynd þarna sem var flogið yfir bara stuttu eftir atburðinn og má sjá rauninu hvað flóðið lék þorpið illa, fór hann inn í mitt þorpið og hús sem eru horfin þarna og bara veggir útveggir sem að standa eftir og viðbragðsaðilar vorum staðsettir hérna í frystihúsinu hérna og flóðið endaði hér með þessi hús hérna og hérna var einstaklingur sem að lést í flóðinu. Þannig að síðan hvað þetta var nálægt hérna öllu og hérna var henni gert út viðbragðið og inn á þetta svæði og allan tíman þá vissur henni aldrei hvort og hvenær kæmi annars snjóflóð, þannig að þetta var mjög gríðarlega krefjandi og erfiðar aðstæður sem vorum að vinna við á þessum tíma. Þetta mynd síðan frá rauninni það sem var að bjarga verðmætum, tekin aðeins seinna. Og einmitt líka þegar við vorum að undirbúa þetta þá fann ég þessar tvær fyrirsagnir og þetta nú hvoru tveggja stórir atburðir, 2 hæða hús það hrynur til grunna því að fellar á það snjóflóð og húsnæði steiniðina stór skemmt í flóði en við hlýnum undir hvoru eftir þessu því að það var svona annað stærra í gangi að maður bara þetta gleymdist hennilega. En hvoru tveggja gríðarlega stóri atburðir ef það gerst einir og sér þá var þetta mjög stóra fyrirsagnir sem hefði fylgt í. Þá erum við komin að Flateyri og aftur að skýrslu Lins. Já, eins og kom fram áðan að þá vorum við bara rétt komin af stað með að vinna þessa mannskaðaskýrslu vegna Súðavíkur þegar að snjóflóð fellur á Flateyri og þið getur rétt ímyndað ykkur hvernig andinn var hjá viðbragðsaðilum hérna á Vestfjörðum þegar að fréttir berast af þessu flóði. Það trúði í fyrsta lagi enginn að svona mannskætt snjóflóð myndi falla á byggð eins og í Súðavík, hvað þá 9 mánuði seinna bara í þarnasta firði. Þarna hlaupum við aðeins yfir umfangið. Þarna voru 32 hús og það var heimilisfasti voru 74 í þessum húsum og það hafði farið fram rýming þarna samkvæmt hættumati áður en blessunarlega þá var einhver stór hópur fólks á Flateyri í utanlandsferð að við minnir, þannig að það voru 54 staddir í þessum húsum. Og þetta er Flateyri og þarna sjáum við útlínur flóðsins og eins og áður þá erum við að reyna að sýna hvar fólk var í húsunum þegar að flóði fellur og er þetta að greina hérna hverjir voru látnir og hverjir ekki en við vorum að reyna að nálgast það þarna og enn og aftur þá þurftum við á aðstoð viðbragðsaðila að reyna átt okkur á því hvar fólk fannst á hverjum tímaröð og annað slíkt og síðan að hafa samband við eftirlifendur og fá upplýsingar hvar fólk var í húsunum. Og þetta er myndaskýrsla með þessari ég hljóp hratt yfir hérna en ætla nú samt bara að fara tilbaka aftur að það tók mig 2 ár að klára þessar skýrslu 2. Ég skjótaði að maður hérna af því að maður má ekki týna húmórnum alveg sama hver og okkur hinni fannst það mjög hérna ósanngjarnt því að yfirleitt þegar maður er að gera skýrslu með einhverja 1 eða 2 daga til að gera hana Hlíðin fekk 2 eða 3 ár bara fólkið mitt kemst ekki upp með þennan tíma. Hérna er svona mynda erum við að reyna að sýna fram á yfirlitið
Þetta var fyrir tíma drónana, nú myndum við senda drónaloft og taka myndir. En það er ótrúlegt að þessi mynd er ekki hreyfð, en Palli Önna, okkar maður á Flateyri sem var með kranabíl, hann hífði mig upp í 11 metra hæð og ég er nú ekki lofthræddur maður, en þarna var ég skjálfandi, en það sést ekki hérna á móti. Þarna sést bakariðið svokallaða og kirkjan. Þarna eru útlínur flóðsins og í bakariðinu var vettvangsstjórn og aðeins neðar var aðgerðarstjórnin með aðstæður og síðan það sem er séð, þar var söfnunarsvæði látinna og hér er söfnunarsvæði slasara og þolenda. Hérna eru svona, já, þetta var tekið nokkrum dögum eða vikum eftir og það eiginlega snjóaði ekkert meira það sem eftir var vetrarins svona samkvæmt mínu minni. Já, þarna var aðeins rýmra aðgengi fjölmiðla þess að setja þessum myndir með þetta, annað gerðna þegar maður flettir upp þessum eða googlar þessa atburði þá er þetta myndirnar sem að koma upp og þetta eru myndirnar frá Flateyri þá eiginlega undantekningartilfellum eða án undantekningar sem að koma upp af því að það eru einu myndirnar og heimildirnar sem eru til frá þessum atburðum í raun og veru. En náttúrulega munurinn þarna voru veðuraðstæður aðeins skaplegri heldur en í Súðavík og síðan alltaf Hlynur segir, bara veturinn fór eftir þetta og kannski sem betur fer. En samt gríðarlega erfiðar og krefjandi aðstæður vinna í þessu, þú ert rauninni bæði að vinna í snjóflóði og rústabjörgun á sama tíma og þarft rauninni að handmoka eða moka hverjum einasta snjókorni til þess að komast í gegnum þetta allt saman, þannig að þetta er rauninni ólýsanlegar aðstæður sem að þarna er vinna í. Og eins og komum inn á áðan að þá hafa þetta afleiðingar og fyrir fólk sem að við þekkjum og náttúrulega aðrir. Og til mikils að vinna svona atburðir endurtaki sig ekki. En þá kannski eru komin að þessu eins og við komum inn á í byrjun, við vorum kannski svolítið svona starfsmenn á plani, 95, ungir og óreyndir, eða hún kannski aðeins, ég er bara að koma svo sé alveg skýrt, Hlynur er eldri en ég. En það sést ekki? Nei, en það er sem það er að segja það og hann er verulega mikið eldri en ég, alveg 2 eða 3 árum eða eitthvað. En við náttúrulega verðum konið til vits ár og menn með ábyrgð í dag, þannig að þá má svolítið með þau gleraugu sem við erum að nota til þess að fara yfir þetta. Það náttúrulega snjóflóðaváin eins og þið þekkið kannski mæta best sem eru hérna inni, þá var þetta tekið mjög föstum tökum eftir þennan atburð. Þetta átti ekki að endurtaka sig. Þannig að lagaramma var breytt og farið í alls konar fyrirbyggjandi aðgerðir sem betur fer. En sumar af þessum aðgerðum sem var farið í er eitthvað kannski sem að Hlynur svolítið situr upp í dag. Það var svona kannski farið ekki alla leið. Þannig að voru byggðið þessi snjóflóðamannvirki og það var farið í uppkaup á húsnæði sem var á hættusvæðum og náttúrulega flott mannvirki eins og þið þekkið, mjög víða, gera gagn og er mjög snyrtilega komið fyrir þarna og veita fólki svona öryggistilfinningu að vita þarna. En þá er þetta hér, varðandi húsin sem voru keypt upp. Og voru keypt upp af því að þau eru hættusvæði og það var ekki, fólk átti ekki að dvelja þarna. En? Já, eins og Rögnvaldur kom inn á áðan og kom fram áðan hjá okkar sérfræðingum að þá voru farið í gagngerar ráðstafanir eftir snjóflóðið 95 og þá voru byggðir varnargarðar eins og komið hefur fram og gerða ráðstafanir með að flytja þorp eins og í Súðavík innar á öruggari stað og svo framvegis og þetta er náttúrulega bara verið að vinna þetta út allt land sem betur fer á þeim staðum það sem er snjóflóð þetta. Vissulega erum við bara að læra allan tíman, við vitum aldrei allt fyrirfram
Eins og með snjóflóði sem að féll á varnargarðana á Flateyri 2020, þar sem að snjórinn fer við enda garðsins og í gegnum eitt hús eins og þekkt var, þá bara setjast yfirvöld niður og endurhugsa og gera bara enn betur og það er nákvæmlega það sem við höfum að gera. Við höfum bara stanslaust að læra á náttúruna og hvernig hún hegðar sér og verða enn hæfari til þess að verja okkur. En ein aðferðin til þess að tryggja að mannskætt snjóflóð falli ekki aftur á byggð, það var að kaupa upp hús í Súðavík og endurselja þau. Og með þessari kvöð sem að stendur hér í afsali, þetta er semst afsal eins hús í Súðavík sem dæmi, og ég vil meina, og ég ætla að fullyrða það hér, að þessi ráðstöfun, hún er gjörsamlega mistekist. Og ég ætla líka að taka það stórt upp í mig, en nú ekki vanur því, en ég ætla að segja, ef við bregðumst ekki við núna að gera þetta betur og tryggja þetta betur, þá mun einhver tímann, hvort sem það er eftir 2 ár, 5 ár, 10 ár, 50 ár, þá mun aftur falla snjóflóð á gömlu byggðina í Súðavík með hræðilegum afleiðingum. Vegna þess að þessi kvöð, hún er ekki bundin í lögum, ekki reglugerð, hún er bara sett í kaupsamning og það þarf í rauninni enginn að fara eftir henni. Og í þessi 30 ár sem við höfum horft fram á veginn, að þá hefur það færst í vöxt að fólk sem hefur keypt þessi hús í Súðavík sem sumardvalarstað, það færst í vöxt að fólk fer að vera þarna á þessum bandtíma og lögreglan hefur svo sem enga skyldur til þess að bregðast við, en við höfum samt gert það, við höfum samt bankað upp á hjá fólki sem að dvelur þarna utan á þessum bandtíma og spurt hvort þeir sé ekki kunnugt þessa kvöð, og sumir vita það ekki, aðrir segja, jú, ég veit það, en ég ætla sjálfur að meta hvort það er snjóflóðahætta hérna fyrir ofan eða ekki. Og við getum ekkert aðhast frekar. Þetta er svona svipað, við myndum segja við ökumenn í höfuðborginni, nú ætlum við að gera það refsilaust að keyra yfir á rauðu ljósi, þið metið bara hvort það sé óhætt. Við vitum alveg að það mun enda illa. Þannig að ég ber mikla virðingu fyrir viðbrögðum yfirvalda eftir snjóflóðin 95 og tek heilshugar undir allt sem að tengist vörnum og aðferðafræðum og annað slíkt, en þetta er gjörsamlega handónýtt og það mun fara illa ef við bregðumst ekki núna við. Gott að hafa ráðherrann hérna. Já, þetta er náttúrulega þessi kort sem frá Veðurstofunni, þar sem er búið að kortleggja þau flóð sem að fallið þarna gegn tíðina á þessum svæðum og náttúrulega uppkaupshúsin eru þarna, það er einhver hér eða ekki, Seljaland og og Hnífsdal náttúrulega hluti byggðinni náttúrulega var rifin, það er þessi hús hér, voru blokkir og raðhús, þetta er allt farið, bara búið að jafna þetta jörðu, þannig að það verður ekki vandamál, en hérna eru ennþá hús sem að standa, það ekki? Jú, þarna er þetta svokallað teigahverfi og þarna hefur verið viðleitni til þess að vera með gróðurhús og sinna því með heimild allan veturinn, meira og minna. En það er reyndar sú starfsemi hætti, en þið heyrið á mér, fólk er að teygja sig alltaf lengra og lengra og lengra og svo endar það ekki vel.
Hérna er Súðavík, eins og við töluðum áðan, þá var byggðin, þá keypti ofanflóðasjóður upp allar húseignirnar á hættusvæðinu. Mörg þeirra voru flutt, húsin bara tekin af grunni og byggður annar grunnur í nýja hverfinu og húsin færð. En svo voru önnur hús sem voru skilin eftir. Og ég ætla bara að segja, mikið hefði verið gott ef þau hefðu verið rifin líka. Þetta er Flateyri og rauðu línurnar eru útlínur snjóflóða sem hafa fallið í gegnum tíðina, eru þekkt. Já, þá eru komin svona líka öðrum þáttum varandi lærdóm og svona hvert við þokast áfram með það sem við erum eiga við. Á þessum tíma þá var svona áfallahjálp og sálrænn stuðningur alveg splunkun í hugtök. Bara akkurat þann vetur sem var svona fyrst byrjað að tala um þetta og svona fræðum þetta. Og náttúrulega ekki margir sem vissu hvað þetta var en það var boðið upp á þetta og margir sem að þáðu. En það sem við vitum og kannski svona, ég veit ekki hvort það er rannsóknarefni eða eitthvað til að velta fyrir sér að við vitum að mjög margir viðbragðsaðilar, allavega við tölum bara fyrir þá, sem voru í þessu verkefni á þessum tíma, eru ennþá að glíma við afleiðingar þess. Þetta er svona, að því að við erum líka í báðum þessum atburðum nota fólk sem var ekki endilega partur af einhverju þjálfuðu viðbragði. Það voru sjálfboðaliðar einhverju leiti að störfum þarna, fólk sem hafa bara óskað eftir fólki sem átti skóflu og góðan fatnað mætti gefa sig fram. Og þar af leiðandi þegar þau eru búin í sínu þá eru ekki með félagastuðning í kjölfarið. Og jafnvel þó að félagastuðningur sé til staðar. Ég get bara sagt fyrir sjálfa mig, ég náttúrulega var þarna, eins og ég, ungur og harðnaður. Og ég var held ég ekkert svona að fatta þessa aðstæðu sem ég var í. Og svo náttúrulega þessi starfsvettvangur sem ég valdi, menn hann tryggði það að ég var að fá reglulega alltaf áfylling á þennan áfallapakka sem að maður að burðast með. Og svo var það bara fyrir 2, 3, 4 ár síðan sem þetta allt í einu kom aftan að mér í baki. Mér allt í einu var þetta popp upp í hugan og þegar ég voru að tala um þetta á svona brast röddin og ég var svona spá, hvað er í gangi? Og ég myndi að gerast núna líka. Og þetta kemur svona aftan að manni. Eitthvað sem maður heldur að sé ekki fylgja manni, maður oft talað um þetta, aldrei neitt vandamenn, svo allt í einu bara einn góðum við þetta, þá poppar þetta upp og svona, lætur á sig kræla. En ég náttúrulega býð við þann lúxus að náttúrulega vera í þessum geira, ég er með minn félagsstuðning og ég hef aðgang að sálfræðingum og svoleiðis, en maður velti fyrir sér með aðra sem eru að núti í hvað stöðu þau eru og við höfum jafnvel heyrt af fólki sem við vitum að bara að nákvæmum aðilum þeim að þau eiga oft erfitt með þetta. Eins og Línu kom inn á, þá hefur stjórnkerfinu verið breytt, við erum ekki lengur með almannavarna nefndir að stýra atburðum og það er komið svona meira, svona betur þjálfað fólk og svona færri sem eru með stærri svæði, þannig við erum komið svona harðari kjarna í þessu og fólk með reynslu, þannig að þessu leyti til eru náttúrulega búin að lyfta þessu upp töluvert að stýra neyðaraðgerðum. Alls ekki að gera lítið úr starfið þeirra sem á undan okkur voru og í almannavarna nefndu þarf að fólk að gera sitt besta en kannski ekki endilega með besta undirbúningin og ekki endilega besta fólki heldur til að gera þetta. Þannig að oft á tíðum áttu þau að vera að gera aðra mikilvæga hluti líka. Þannig að það er jákvætt. Þjálfunarlega séð og búnaðarlega séð, þá líka höfum við tekið gríðarlegum framfærum, bara skára væri það nú, bara og sem dæmi að þegar ég var eða við Súðavík og Flateyri, að bara vinnufatnaðin sem vorum í vatnirðum flíkum, sem heldur hvorki eiginlega vatnin í vindi. Og hann maður komið helt hundblautur og skítkaldur inn úr verkefni, ekki bara þessu því og svo vorum alltaf út í allan veturinn að eiga við svona alls konar aðstæður
og maður svona vandist í, maður var alltaf blautur og manni var kalt. En það sem betur fyrr breyst. Núna er maður þurr en og kalt. Síðan eins og kannski eru komið aðeins inn á hérna í fyrirlestranum áðan, en hvað með aðra náttúruvá? Það er ekki bara snjóflóð sem eru svo sem að trufla okkur, en það var tekið svolítið gríðarlega föstum tökum náttúrulega eftir 95. En þá má rauninni spyrja sig að því, var náttúruvá skilin eftir, þá er ég að tala út frá skipulagsmálum, varðandi hérna hvar má skipuleggja byggð og svoleiðis, er verið að taka alla þá þætti inn í, einmitt með varnarmannvirkin og aðrar aðgerðir. Ég er ekki með svarið við þessu endilega, en þetta er svona það sem ég allavega rak mig á, því ég undanfarandi 20 ára áður en ég tók við núverandi stöðu, þá var ég að vinna fyrir almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Og þá var þetta svona það sem kom oft inn á borð hjá manni og einmitt líka þetta með kostnað út af aðgerðum, kostnað við undirbúning og líka að geta þá líka styrkt rannsóknarverkefni sem var í gangi. Það var ekkert sem við gátum lagt að mörkum þar eða stutt við eða vísa á eitthvað svona eins og stundum að tala svona hamfara sjóð eða eitthvað álíka fyrirbæri. Þannig að svo kom nú stuðningu það og annar átt líka. Við hefum 10 glærur eftir, sko. Já, en það 4 mínútur, það hellingstími. Það svona sem búið að koma inn á menn að lærdómi aðgengi fjölmiðla og svoleiðis og það eitthvað sem rætt reglulega. Og ég held að það hafi nú verið gerð töluvert bragarbót á, en ég svona séð á fyrirsagnum að heyra annars staðar að fjölmiðlar ekki alltaf sammála því. En það sem náttúrulega líka breyst að fólk að skrásetja sjálft líka atburði með þessum tækjum sem við erum öll með í vasanum. Þannig kannski aðeins annarri aðstöðu þar, en ég tek samt alveg sannlundi það að fjölmiðlar eiga hafa gott aðgengi að það sem stóru og sögulegir atburðir í gangi. Þetta myndir sem ég sýni núna eru frá ljósmyndari sem heitir Sigurður, sem hann svona hirðljósmyndari Landsbjargar. Hann líka mitt verið svolítið í þessu að skrásetja svona daglegt starf björgunarsveita sem kannski fjölmiðlar eða einhver aðrir hafi ekki endilega áhuga á svona dagsdaglega, en fyrir vikið þá er til gríðarlega miklar og góðar heimildir fyrir Landsbjörgu sem líka nota mjög mikið í sínu kynningarstarfi og líka bara til að fræða okkur hinn hvað þau að gera, sem er náttúrulega bara frábært. Og hann mitt líka var að skrásetja mikið það sem gerist í Grindavík. Og kannski svona í hugleiðing fyrir okkur sem að tala núna atburð sem gerist fyrir 30 árum síðan. Hvernig verður ráðstefnan Grindavík eftir hvað ártal verður þetta 30 ár? Það 2000. Já, eitthvað. Þá verður Grindavík ráðstefnan. Hvað mun fólk vera að segja þá? Hvað mun vera að tala um? Hvað gerðum við rangt þá sem orðið svona rosalega augljóst þá, sem við kannski sjáum ekki í dag. Þannig að það verður mjög áhugavert og margt sem við erum að gera, það svona kannski, það stenst misvel svona tímans tönn, en heilt yfir náttúrulega í Flateyri, Súðavík, Grindavík og fleiri atburðum, þar sem engin náttúrulega þessi atburði það kemur gríðarlega stór og flottur hópur af fólki að þessu, þar sem allir vilja láta gott af sér leiða. Alveg gegnum sneitt og fólk vill sem sagt laga þær aðstæður sem í gangi, styðja við íbúana á svæðinu og svona bara hjálpa hvert öðru. Það svona rauði þráðurinn gegnum þetta allt saman. Og ég held ég ekki bara ljúka þess á þeim orðum. Jú, aðeins varðandi mér langaði að koma því að það er mikilvægt að við hugsum sálarheil viðbragðsaðila sem að fara í svona bara eiginlega óyfirstíganlegan atburð og ekki síður líka sjálfboðaliða ef þeir eru til staðar og eins og Rögnvaldur minntist á áðan þá hef ég núna undanfarin ár og báðir verið að heyra lýsingar fullorðins fólks sem að fóru í
fór í aðgerðir hérna í Súðavík og Flateyri og þetta fólk ennþá að kljást við svona andlega vanlíðan sem að það hlaut og ég held að það sé skynsamlegt að þrátt fyrir það að þessi 30 ár liðin síðan að þessi atburðir urðu að yfirvöld svona hugi að þessu fólki, bæði viðbragðsaðilum og sjálfboðaliðum. Við erum rauninni heppnir, svo ég fann aðeins að með tíma fyrir ekki, að því leyti að við Hlynur allavega höfum tækifæri líka til þess að koma inn í þessar aðstæður. Fyrst þetta þurfti að gerast, þá erum við mjög heppnir að því leyti að fá allavega að taka þátt og reyna að koma að gagna. Því að við þekkjum marga félaga okkar sem ýmist út af veðri voru veðurtepptir að fastir annars staðar sem rauninni mistu af, komast ekki í til þess að hjálpa, að þeim leið oft verr heldur en okkur sem að komum á staðinn. Það líka svolítið áhugavert að þeir sem ekki komust til þess að hjálpa, að þeir þurfa oft að fara í gegnum jafnvel verri vanlíðan að mörgu leyti heldur en við sem að þó vorum á staðnum. En takk fyrir okkur. Komið sæl. Það er svo mikið myrkur að ég sé ykkur ekki. Svolítið skrítið. En ég heiti Ingibjörg Lilja og eins og hefur komið fram að þá er ég fagstjóri endurreisnar og fræðslu hjá Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra. Ég er félagsfræðingur og kennari í grunninn. Svo er ég samhliða störfum mínum doktorsnámi við Háskóla Íslands í áfallastjórnun þar sem ég er einmitt að rannsaka samspil félagslegs stuðnings og siglu samfélaga vegna náttúruhamfara. Mér langar líka til þess að minnast á það að ég fagnaði innilega þessi ráðstefna að þetta málþing sé haldið af því að ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt að við hittumst í þessu samhengi og þá er það svona kannski tvær meginforsendur og önnur er svo að við erum að hittast á milli atburða eins og ég kalla það. Það er ekki vegna þess að það er einhver atburður nýbúin að gerast eða er í gangi og þess vegna þurfum við að hittast og ræða málin. Og svo líka að því að þetta er þverfaglegt málþing og það er alveg gríðarlegt lykilatriði að fólk úr öllum áttum sé að ræða saman og samhæfa sig. En eins og komið fram að þá ætla ég að fjalla neyðaraðstoð og endurreisn, þann þátt í almannavarnakerfinu okkar og leggja áherslu á beinan stuðning við fólk og samfélög sem að lenda í alvarlegum atburðum. Og hvað gerist í dag þegar alvarlegur atburður á sér stað? Og ég kýs að nálgast þetta þannig að nýta raunverulegan atburð og ég ætla að fara í gegnum ferlið út frá snjóflóðunum í Neskaupstað árið 2023 fyrir rúmum 2 árum síðan. Og þá er það þannig að það virkjast almannavarnastig og starfsemin fer í gang. Og við erum með vettvangsstjórn sem er staðsett annaðhvort í eða við áfallasvæðið og svo erum við með aðgerðarstjórn í viðkomandi lögregluumdæmi og það er lögreglustjórinn í umdæminu sem að stýrir aðgerðunum og viðbragðinu. En síðan þegar áhrif atburðarins eru umfangsmikil eða standa yfir í langan tíma að þá er samhæfingarmiðstöð almannavarna líka virkjuð og hún er hugsuð sem stuðningur við fólk á vettvangi, það er að segja stuðningur við aðgerðarstjórnina. Þannig að ef það þarf utan að koma til bjargir, hvort sem að það séu tæki eða tól eða viðbragðsaðilar eða sérfræðingar á okkur sviði, að þá er það samhæfingarstöðin sem sé skipulag á því og koma þeim á réttan stað. Og þetta er svona kannski það sem við þekkjum best og sjáum í fjölmiðlum og svo framvegis. En síðan erum við líka með annars konar starfsemi þar sem að áherslunar eru meiri á mannlega þáttinn og beinan stuðning við íbúa og þau sem að verða fyrir áhrifum alvarlegra atburða og líka þá þeirra heimafólks eða staðbundins fólks sem að veita stuðning. Og þá kannski fyrst bara nefna fjöldahjálparstöðvarnar og þær eru reknar og þær eru skipulagðar af Rauða krossinum á Íslandi. Og það er gert í gegnum samkomulag sem að Rauði krossinn gerði við ríkislögreglustjóra og hún er til dæmis sett á laggirnar þegar þarf að rýma og þá getur fólk sem að þarf að rýma fengið aðstoð í gegnum fjöldahjálparstöðina, hvort sem að það sé tímabundin gisting,
fæði, fatnaður eða eitthvað annað. En síðan ef að atburðurinn hefur það mikil áhrif og raskar töluvert lífi íbúa og rekstri sveitafélagsins, að þá opnum við það sem við köllum þjónustumiðstöð almannavarna. Og hún opnuð af ríkislögreglustjóra en hún náttúrulega alltaf opnuð og rekin í samvinnu við viðkomandi sveitafélög, við Rauða krossinn og aðra á staðnum sem veitir fólki stuðning. Og það rosalega mikilvægt í starfsemin okkar að við erum ekki að fara á staði til þess að taka yfir. Fólki á staðnum eru sérfræðingarnir, þeir þekkja sitt samfélag og þeir þekkja sína náttúruvá, þannig að við erum til stuðnings og ráðgjafar. Með fólkin sem starfar í þjónustumiðstöðinni samráðshópur sálfélagslegan stuðning í umdæmi. Og þetta eru hóparnir sem hafa verið kallaðir hingað til samráðshópur áfallahjálp, en bara vegna þróunar í fræðum og svo framvegis að þá komið nýtt heita á þessa hópa og nú heita samráðshópur sálfélagslegan stuðning. Og þarna eru fulltrúar úr ólíkum áttum, eins og þið sjáið, Rauði krossinn, fólk úr sveitafélaginu, heilbrigðisstofnunum og svo framvegis. En það sem þessi fulltrúar hins vegar eiga sameiginlegt að í sínum daglegu störfum að þá eru þeir að veita einhvers konar stuðning eða þá aðstoð við íbúana. Og þessi hópur hittist reglulega eins oft og þarf og svona megin hlutverki þarfagreining hverju sinni og það getur stundum þannig að við hittumst 2 sinnum á dag, stundum eða einu sinni í viku. Það fer í rauninni bara eftir þörfum vegna framvindu atburðarins og áhrifa hans. Og þessi hópur hann starfar í mjög þéttu samstarfi við starfsfólk þjónustumiðstöðvarinnar. En síðan til stuðnings samráðshópsins í umdæmi, að því við erum með svona hópa í öllum lögregluumdæmum á landinu, að þá erum við með samráðshóp sálfélagslegan stuðning á landsvísu og hann hluti af samhæfingarstöðinni og þar virkar í rauninni kannski fyrirkomulagi svipað, enda verandi hluti af samhæfingarstöðinni. Hann samráðshópnum í umdæmi til ráðgjafar og líka til stuðnings og gæti, ef þörf á, sent sérfræðinga á staðinn til þess að vinna með samráðshópnum. Markmiðið í okkar starfsemi jú að samfélagið nái bata og verði betur í stakk búið til að takast á við áföll í framtíðinni. Og rauði þráðurinn í okkar starfsemi almannavarna hringrásin, vegna þess að við viljum geta komið í veg fyrir þá atburði sem hægt að koma í veg fyrir. Við viljum vera undirbúin og vita hvað við þurfum að gera í viðbragði gagnvart þeim atburðum sem við getum ekki komið í veg fyrir og við viljum skilvirka endurreisn, sem þýðir skilvirk enduruppbygging og bataferli og svo viljum við læra af reynslunum. Við viljum hagnýta þá reynslu með því að setja nýja þekkingu inn í kerfið okkar til þess að vera betur undirbúin í framtíðinni. Og það eru nokkur grundvallaratriði sem að tengjast neyðaraðstoð og endurreisn og það tengist þá líka mjög mikið starfseminni í þjónustumiðstöðinni og það einmitt að stuðningur sé í samræmi við þarfir þeirra sem urðu fyrir atburðinum og þess vegna þarfagreining, stöðu þarfagreining alveg gríðarlega mikilvæg. Það þarf að vera samfellaður stuðningi og ráðgjöf þau sem að takast á við afleiðingarnar og þannig þá kannski lykilhugtök eins og gagnsæi og að þeir aðilar sem að vinna saman tali einni röddu til íbúana og að það sé heildræn nálgun á verkefnum. Og svo það örugg og skilvirk yfirfærsla á verkefnum milli aðila og þá til að mynda getum við tekið dæmi verkefni sem í þjónustumiðstöðinni en færast síðan yfir til sveitafélagsins. En hvenær opnum við þá þjónustumiðstöð og hverjir gera það og hvar? Og eins og ég minnst á að þetta snýst röskun á daglegu lífi fólks og rekstri á sveitafélaginu. Af því að það líka kannski hægt að segja það að sem betur fer að þá eru sveitafélagin ekki með mikla þjálfun og hafa kannski ekki mjög djúpa þekkingu í starfsskipulagi í svona aðstæðum og þess vegna náttúrulega gríðarlega mikilvægt að fá þá ráðgjöf það og eitthvað sem getur unnið verkefni með þeim fram þangað til að þau sjá og meta að þau eru tilbúin til þess að takast á við það sjálf. Það almannavarnadeildin sem rekur þjónustumiðstöðina en eins og ég sagði að það alltaf gert í fullu samráði og samvinnu við sveitafélög, lögreglustjórum, umdæmunum og Rauða krossinn. Það ákveðið af heimafólki hvar
þjónustumiðstöðin á að vera til húsa, en það eru atriði sem við bendum á sem mjög mikilvægt að taka tillit til, eins og til dæmis hvort að staðsetningin raski daglegri starfsemi í húsnæðinu og þá til að mynda hægt að nefna að það ekki gott til að mynda að hafa þetta í skólahúsnæði þegar það veldur þá því að börnin geta ekki farið í skólan af því þarna þjónustumiðstöð í gangi, af því að eitt af grundvallaratriðum fyrir börn í svona aðstæðum er að þau viðhaldi rútínu sinni eins og hægt og það þarf að passa upp á gott aðgengi af því að það ekkert allir sem eiga kannski gott gang til að mynda. Og það fyrir allir samfélagshópar að upplifa sig velkomna í þessu húsnæði og svo líka þar húsnæði náttúrulega að henta starfsemi þjónustumiðstöðarinnar. Við erum með viðtöl og samtöl við íbúana og svo framvegis, þannig að það þarf að vera svigrúm til þess. Og síðan þá hvers konar stuðningur erum við að veita. Og þetta einmitt svona megin stóðurnar í okkar starfsemi eru kannski 3. Við horfum mikið til fræðana og það eru það áfallastjórnun og hamfarafræðin sem við horfum til. Við horfum mikið til rannsókna eins og Edda Björk var að tala núna áðan, þar sem hún einmitt talar félagslegan stuðning sem bara grundvallar forsendu og svo horfum við til reynsluna sem við höfum. Þannig að við innleiðum þá nýju þekkingu sem verður til eftir hvern atburð inni í kerfið okkar. Og það svona kannski hægt að skipta þá í grófum dráttum þessum stuðningi í þrennt, upplýsingar og ráðgjöf sem alveg gríðarlega mikilvægt og ég næstu því vil bara segja vanmetin í hverjum einasta atburði og svo það ráðgjöf til starfsfólks sveitarfélagsins og ekki bara ráðgjöf, þetta líka þessi handleiðsla sem að Rögnvaldur og Hlynur töluðu að væri svo mikilvæg og Edda Björk náttúrulega líka. Og svo það í formi áþreifanlegs stuðnings sem þá eins og húsaskjól, matur, klæði og svo framvegis. Og svo það sálrænni stuðningurinn sem í höndum Rauða krossins, bæði í fjöldaþjálfarstöðinni en líka í þjónustumiðstöðinni. Af hverju þessi hluti starfsins okkar jafn mikilvægur og önnur verkefni? Það einfaldlega vegna þess að við viljum búa í samfélagi þar sem við fáum tækifæri til þess að ná bata. Og til þess að svo verði að þá þarf líka að huga að mannlega þættinum og það ekki hægt að gera það bara í eitthvað stutt og stund á meðan fyrstu viðbrögður í gangi, það þarf að gera það til lengri tíma. Og bara svona til að undirstrika það sem Rögnvaldur og Hlynur fóru að tala að það aldrei of seint að vinna úr erfiðri lífsreynslu. Takk hérlega fyrir mig. Komið sæl. Varnargarðarnir ofan Flateyrar mynda svona A og þeir voru fyrstu garðarnir sem voru reistir eftir þessar hamfarir 1995 og þeir voru fyrstu varnargarðarnir sem voru reistir á grundvelli nýrrar löggjafar í málaflokknum. Þetta eru 2 leiðigarðar og á milli þeirra þvergarður til að taka á móti flóðum sem gætu farið yfir garðinn. Leiðigörðunum ætlað að beina snjóflóðum úr sikkoru upptakasvæðinu út í sjó. Garðarnir eru 15 til 20 metra háir, þannig að þetta eru gríðarleg mannvirki. Síðustu ár hefur verið unnið að því að kanna hvort hægt sé að auka virkni þessara varnargarða á einhvern hátt og það var verkfræðistofunni Verkís var falið að vinna þá skoðun en á sínum tíma var það verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen og norska jarðtæknistofnunin NGI sem hannaði þessar varnir. Sú tillaga sem sett hefur verið fram að byggja 3 raðir af bröttum keilum ofan við hvorn leiðigarð til þess að draga úr hraða flóðanna áður en þau lenda á leiðigörðunum. Auki að endurbyggja þvergarðinn á milli garðanna, brattan, breyta aðeins legu hans og svo til þess að verja höfnina ennþá frekar að reisa þar lágan brattan leiðigarð. Hvers vegna ekki farið í það að breyta görðunum sjálfum? Það hafa tugir snjóflóða lent á þessum leiðigörðum á þessum 25 árum og þeir hafa virkað alveg gríðarlega vel og þeir eru bara í grunninn mjög vel hönnuð mannvirki. Það sem gerðist svo var að 14. janúar þá fóru stærstu flóðin á þessum 25 árum lentu á görðunum.
og það var 11:30, rétt fyrir miðnætti sem að féll stórt snjóflóð úr Skollahvilft og stærstur hluti flóðmassans beindist út í sjó. Það myndast þéttur flóðstraumur meðfram varnargarðinum. Hluti flóðstraumsins fór út í höfnina og þar myndaðist flóðbylgja sem barst yfir höfnina og á land. En það sem gerðist líka þarna og umhugsunarefni það að það hluti snjóflóðsins barst líka yfir garðinn 300 metra vegalengd. Og það er að sjálfsögðu áfall. Hálftíma síðar þá féll annað stórt flóð, líka stærsta flóðið sem að Innrabæjargilsgarðurinn hefur fengið á sig. Það gerðist það sama. Garðurinn beindist stærsta hluta snjóflóðsins út í sjó og það myndaðist þykkur flóðstraumur meðfram garðinum, en hluti flóðsins barst yfir garðinn, styttra yfir garðinn en Skollahvilftarmegin, en þar var það svo óheppilegt að þar fór flóðjaðarinn á hús í Ólafstúni 14, braust þar í gegnum húsið, hálffylltið af snjó og það þurfti að grafa stúlku út úr svefnherberginu sínu sem betur fer gekk farsællega. Það hefur bílum verið lagt þarna í jaðrinum við húsið og þeir köstuðust til 15-20 metra vegalengd og 2 þeirra fundust á hvolfi og höfðu greinilega farið yfir 4 metra háan skafl og svo beint fyrir neðan bílana nokkrum metrum neðar. Það var timburhús og það sá ekkert á því. Skollahvilftarmegin þar var radamastur upp á garðinum sem mældi hraðan á flóðinu og það voru stórmerkileg ummerki. Radarmastrið var bara brotið í tvennt eins og það hefði verið skorið í sundur. Það hefði ekki borist niður með flóðinu en radartunnan fannst ósköttu 300 metrum neðar. Þannig að ef við skoðum aðeins nánar þennan snjó og skoðum munin á snjónum innan við garðana og utan við garðana, þá er þetta snjóflóð að gryfja frá Veðurstofunni af þeim hluta flóðsins sem barst yfir Skollahvilftargarðinn. Flóðsnjórinn þar, hann var bara hvítur og leit svolítið út eins og skafsnjór. Hann var léttur og það voru í honum greinar og hann var svona að meðaltali 50-70 cm þykkur. Utan við garðana þá er þetta miklu venjulegri flóðsnjór. Hann er kögglóttur, flóðhrönnin var alltaf 5 metra þykk og hann er blandaður, mjög mikið blöndun hefur átt sér stað í þessari flóðhrönn. Þannig að hvað gerðist? Við þurftum aðeins að eftir þetta flóð þurftum við að endurskoða hugmyndu okkar snjóflóð. Fram að þessu hafa allar varnir í Íslandi verið byggðar gagnvart hættulegum flóðum sem eru svona. Það er þéttur kjarni sem hið eiginlega snjóflóð og virkar svolítið eins og jarðhita. Keyrir bara inn í mannvirki og í gegnum þau. Og þar fyrir ofan og utanum er alltumliggjandi kóf. Það er 100 sinnum léttara en þessi þétti kjarni, jarðhitan, og hefur ekki teljanlega áhrif á mannvirki. En það sem við sáum gerast þarna og var mælt var að framan við þennan þétta kjarna var fyrirbæri sem við köllum iðufald. Og hann sést meira í Ölpunum, þar sem meira er af svona púðusnjóflóðum, úr köldum snjó með litla samloðin. Þessi iðufaldur er einhvers konar millistig milli þétta kjarnans og kófsins. Hann er gríðarlega hraðskreiður og ferðast hraðar en þétti kjarnin. Þannig að hann lengist á leiðinni niður fjallið og hann lenti 8 sekúndum á undan þétta kjarnanum á Skollahvilftargarðinum og var 400 metrum lengi á undan þétta kjarnanum. En þetta er gríðarlega flókið fyrirbæri og ef maður spyr tjattið eins og Rögnvaldur og Hlynur hvað þetta sé, þá segir tjattið eins og allir vita, þá er gríðarlega erfitt að reyna að reikna þetta og mögulegt að segja til þetta. Þannig að þetta er verkefni okkar núna að reyna að skilja hvernig við getum ráðið við þetta fyrirbæri. Þannig að myndin okkar af því sem gerðist á Flateyri 14. janúar 2020 og ástæðan fyrir því að það barst hluti flóðanna yfir garðinn er að þessi kaldi hraðskreiði iðufaldur sem mældist á 200 km hraða á klukkustund, þar sem hraðinn var mestur, hann var á undan flóðinu og barst tiltölulega auðveldlega yfir garðana. Þeir eru ekki snarbrattir þessi garðar
en þeir eru eins brattir og hægt var að reisa þá án þess að styrkja þá sérstaklega. Svo kom þéttikjarninn og hann beindi snjóflóðunum og garðarnir beindu snjóflóðunum út í sjó, þessum þéttakjarna frá byggð, og það var rauninni 90% af flóðmassanum. En samt voru þessi skrýtnu ummerki og samt hafði þessi yfirfaldur þessi áhrif neðan við garðana. Nú ef við skoðum það sem við teljum okkur skilja betur, það er þéttakjarnan. Þannig að hérna er ég með líkankeislu af snjóflóði og lengst til vinstri er það hérna, og til samanburðar er útlína frá snjóflóðinu 1995 sem er stærsta snjóflóði sem er þekkt fyrir tilkomu varnargarðana. Svo í miðjunni eru garðarnir eins og þeir eru í dag og útlína frá snjóflóðinu 2020 og lengst til hægri erum við búin að bæta keilum og endurhönnun á þessum görðum og brattari þvergarði og hafnagarði við. Og ef við setjum að stað þessa líkankeislu þá sýnir okkur þetta hraðan á snjóflóðinu. Þetta er hönnunarflóð sem ætti að falla á 1000 ára fresti og fer lengra, talsvert lengra en 1995 flóðið. Ef við horfum á miðjumyndina þá sjáum við hvernig flóðið best fylgir mjög mikið þessu flóði frá 2020. Og svo ef við horfum á myndina lengst til hægri þá sjáum við hvernig þessar keilur brjóta upp flóðstrauminn, hægja á flóðunum og lágur hafnagarður næra beina flóðinu frá höfninni. Þá er það hins vegar hitt iðufaldurinn. Búumst við að keilurnar virki gegn iðufaldinum. Við gerum það og sérstaklega eftir að við sáum köld snjóflóð falla í hrinu snjóflóða á Austfjörðum mánaðamótin mars-apríl 2023. Þá lentu köld snjóflóð bæði á bröttum keilum undan Tröllagili og svo bröttu þvergarði undir Drangagili og virtust brjóta upp þennan iðufald og krafturinn var að mestu úr iðufaldinum neðan við þessar varnir. Það sem var fróðlegt líka en er svona annað að skógurinn, gríðarstór skógur, 50 til 100 ára gamall, iðufaldurinn fór bara auðveldlega í gegnum hann. En aftur yfir á Flateyri, þá er þetta tölvugerð mynd af þeim vörnum sem verið er að reisa. Það var byrjað að reisa keilurnar í efstu röðinni síðasta sumar og það er ein keila risin og öðrum bendur á hana. Við erum að fara á eftir, þeir byrjuðu í síðustu viku. Það er verktakinn Borgaverk sem er að vinna þessa vinnu og við sjáum hvort að framkvæmdir við keilurnar séu hafnar. Þá segi ég takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Kristín Marta. Þá ætlum við að hefja umræðurnar vegna þessara setu og bið ég fyrirlesara að koma sér fyrir upp á sviði hjá okkur. Ef að þið hafið spurningar til fyrirlesarana, þá bið ég ykkur að koma ykkur fyrir í röð við mikrofónin aftar í salnum eins og áðan og segja til nafns og beina hnitmiðraðri spurningu að tilteknum fyrirlesara. Skulum hafa í huga að áætlaður tími til umræðuna er 10 mínútur. Ég heiti Halldór Halldórsson og ég var bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar frá 1998 til 2010 í 12 ár og ég vil þakka fyrir öll erindin og lögreglumenni snertu virkilega við manni með allri þessari upprifjun. Og mér langar bara til þess að einblína á einn þátt varða það og sérstaklega því að hér eru ráðamenn í salnum. Ég upplifði þetta auðvitað varðandi norðanverðan Hnífsdal að það var það að fólk var að þrjóskast við að vera í húsum það sem er lífshættulegt að vera. Og ég öfunda ekki sveitarstjórnina í Súðavík sem stendur nú hérna fyrir aftan mig af því ástandi sem að þar er. Þannig að ég vil bara undirstrika þetta hræðilega ástand sem að lögreglumennir og Hlynur sérstaklega fóru yfir að þessu verður að breyta. Það er ekki bara það að fólki sé að taka ákvörðun að setja sjálft sig í lífshættu, heldur mun það setja viðbragðsaðila, lögreglu og björgunarfólk í lífshættu líka vegna þess að það fólk er þannig gert að það hikar ekki þegar það þarf að bjarga einhverjum.
Þessi er ekki. Halló? Já, hann komin lag. Já, myndu þið ekki vilja taka þetta? Aðeins, smá viðbragð. Já, takk fyrir þetta, Hatti. Ég algjörlega sammála þér og af því þú minnist á sveitarstjórn í Súðavík, Braga, þá höfum við átt samtal, lögreglustjórinn Helgi Jensson, ég og Bragi sveitarstjóri, og við höfum rætt og deilt þessum áhyggjum sem við höfum af þessari þróun. Og ég tek undir allt sem þú segir, Hatti, með áhyggjurnar, og við verðum að bregðast við. Við megum í rauninni ekki láta annan vetur birtast okkur á þess að hafa brugðist við. Takk. Kannski litlu við þetta bæta, en mér finnst þetta svona, ég tala frá persónulegu sjónarmiði, þetta ákveðin leyti svolítið vanvirðing við það sem búið að gera, að vera síðan að storka örlögunum með að hunsa þessar ástæður sem búið að gera, sérstaklega því að það eru mörg mannslíf sem eru á bakvið þetta allt saman. Takk fyrir þetta. Nú séum við svo illa þarna. Jú, það er einhver spurning, gjörðu svo vel. Já, sæl og bless, Bragi Þór heiti ég, þessi sem stóð að baki Halldóri, stend enn þétt við hann. Ég vildi bara nota tækifærið og skerpa á þessu af því að þetta er bara nákvæmlega staðan. Heyriði mér. Þetta var eitthvað sem að ég rataði í fjölmiðla með, en þetta ætla ég bara að upplýsa þið hér. Það er síðasta rassía sem var gerð í gamla þorpinu okkar í Súðavík. Hún kom að mínu upplægi, bara það upplýst hér, þetta glæpurinn er minn. Að á sama tíma og ég er í samtali við Finn Vilhjálmsson sem fer fyrir rannsóknarnefnd Alþingis vegna snjóflóðan í Súðavík 16. janúar 1995, að þá er ég að eiga við íbúa í gömlubyggðinni. Og mér blöskraði þegar ég fór þarna tæpum mánuði fyrir opnunartíma og það var bara ljós í öðru hverju húsi að mér fannst. Og ég ætla bara að hvetja ráðherra málaflokksins sem að lætur þetta sig varða, veit ég, að hjálpa okkur að setja ákvæði. Ég er ekki að biðja eitthvað refsi ákvæði, ég er að biðja eitthvað sem virkar. Bara þakka Hlín og Rögnvaldi sérstaklega fyrir innleggið, því að þetta var bara nákvæmlega sem ég vildi fara með og það er búið að komast í skila. Takk. Takk. Viltu vilja taka frekar? Nei, akkurat, það er, í mínum huga þá er bara tvennt til þess að fyrirbyggja að eins atburður gerist aftur. Og það er annarkvort að hreinlega kaupa húsin upp á þessu hættusvæði og rífa þau, eða þá að binda í lög þessa tilraun sem var gerð fyrir 30 árum síðan að banna dvöl á ákveðnu svæði. Og ég ætla að ganga lengra heldur Bragi. Við þurfum að setja refsi ákvæði. 42 ára gömul lögga, hún hlýtur að vilja hafa það inni. En við þurfum að gera eitthvað í alvörunni. Takk fyrir þetta. Því að ég er fulltrúi ráðuneytisins, þá get ég upplýst að það er í gangi endurskoðun á löggjöfinni og þetta er hluti af því og við erum að vinna með dómsmálaráðuneytinu í að skoða færa leiðir í þessu og það hefur komið ýmsar mjög góðar ábendingar, mismunandi útfærslur. Takk fyrir. Ekki ein spurningan ennþá í... Já, sælverði, Guðmundur Björgvinsson heiti ég, bý á Flateyri. Þakka öllum sem að hafa komið hér og í umræðunum. Það hefur verið mjög góðar. Hlynur og Rögnvaldur, ég ætla ekki að rífast það hver okkar er elstur, en ég man nú samt ýmislegt bara því að það var nú verið að tala það hvað sagan væri fljót að gleymast. Það voru 2 hjón stödd erlendis á Flateyri þegar flóðið féll yfir. Þau áttu ekki heima þar á flóðasvæðinu. Aðrir voru staddir á Sparisjóðafundin og Akureyri og aðrir voru í menningarferð kvenfélagsins í Reykjavík. Hún veist að það er nú ýmsar ástæður fyrir því hvað fólk er að heiman. Góðu fyrirlestu varðandi, sérstaklega sem ég tók eftir varðandi sálgæslu og eftirfylgnin að því.
Því ég upplýði það svo óbáslega sterkt á sjálfum mér við eitt lítið atvik sem að gerðist á 3. degi eftir flóðu á Flateyri. Við höfum gleymt að tala við börnin okkar. Og þegar ég fattaði þetta, að þá hamraði ég á þessu ítrekað, hvað án í annað, að þetta veri einhvað sem að við mættum ekki gera, þó við séum upptekið við það að hugsa atburðina og það sem er búið að gerast, og við erum á fleygiferð og tölum. Börnin eru með eyru og hlusta vel, en þau komast aldrei að. Og eitt af því sem ég gerði þegar þessi ósköp byrjuðu í Grindavík, ég hafði samband við góða vinkonu mína sem kennar í Grindavík og baði Guðan og bænum að koma að skila på honum áleiðis að tala við börnin. Annars vil ég bara þakka fyrir góðar framsögu erindi. Takk. Eitthvað bregðast við þessu? Eitthvað viðbragð? Ég kannski bara leggja áherslu á einmitt eins og þú varst að segja að tala við börnin, og líka það er mjög algengt að foreldrar forðast að ræða við börnin sín eitthvað sem er erfitt og veldur þeim sjálfum uppnámi. Þannig að þetta svona eitt einkenni áfallastreitu og forðast tilfinningar og hugsanir tengdar áfallinu, og þess vegna er einmitt svo mikilvægt, og takk fyrir að gera þetta, að hafa samband og hvetja til þess að því við þurfum að styðja foreldra í þessu. Takk fyrir þetta. Við höfum 2 mínútur í viðbót. Já, komið sæl, Jóna Árný heiti ég, bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Mér langar bara að byrja að þakka fyrir þennan fund. Hann er afskaplega mikilvægur og nauðsynlegt fyrir okkur að sem búum í þessum samfélögum að koma saman og fara yfir reynsluna og fá fræðilegt innlegg frá sérfræðingum ýmsa þætti, meðal annars áfallamálin, stýring á vettvangi og annað. Og við höfum nýtt okkur það undanfarin 2 ár frá því að við bara langan tíma að deila reynslu á milli Austfjarða og Vestfjarða sem er vel. Mér er svolítið áhugavert þegar voru að ræða rannsóknina að einn af þáttunum sem hefur áhrif er úrvinnslan á í rauninni áfallinu en ekki síður tjónunum, og það er eitt af því sem við lærðum fyrir austan, að fólk sem er í áfalli búið að mögulega húsið, aðstandendur og annað slíkt, allt í uppnámi, að það er kannski ekkert endilega í stöðu til þess að vera að taka miklar ákvarðanir út frá tjónum og öðru slíku, og mikilvægt að hugsa stuðninginn strax þar í upphafi. Og ég held að það sé reynsla sem að fluttist með okkur frá einhverju leyti frá Seyðisfirði og yfir á Norðfjörð, og ég vil bara skila áfram hérna. Mikilvægt að hugsa það strax í upphafi að þeir sem eru að verða fyrir áfalli eru ekki endilega í stöðu til þess að vera að taka ákvarðanir til lengri tíma ráðstafanir á eignum og öðru. Þess vegna var rosalega mikilvægt, að því að nú er ýmislegt búið að lærast í tengslu við munabjörgun og annað slíkt, hvað það var fagleg vinnubrögð þegar menn komu að málum á Norðfirði, og við fengum mikla aðstoð og bara mikla sérhæfða aðstoð í því hvernig ætti að standa að málum. Það stóðu allir 100% saman það að fara eftir því verklagi. Þannig að ég vil bara segja að ég held að það er búið að lærast ýmislegt í á þessum undanförnum árum, en alltaf hægt að gera betur, og til þess erum við samankomin hér. Þannig að ég vil bara koma þessu á framfæri. Já, takk kærlega fyrir þessa ábendingu, Jóna. Ég er bara svo innilega sammála. Þetta var svo flott framtak hjá okkur að bjóða upp á þetta. Það er nefnilega svo mikilvægt að fá í svona aðstæðum þegar maður verður fyrir svona gríðarlegum áhrifum einhvers atburðar, að fá það sem við kallum lánaða dómgreind. Og þarna var akkurat lánuð dómgreind af hlutlausum fagaðila sem að fór á fundina með fólkinu sem var fyrir íbúðatjóni, með Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Þannig að fólk var svona, gat verið svolítið svona í rónni með það að það væri ekki að missa einhverjum upplýsingum, eða mögulega fyrir einhvern misskilning væri það hlunnfarið einhverjum réttindum sem það hefði átt möguleika á en bara misti af því og svo framvegis. Að því akkurat svona framvinda getur haft svo gríðarlega mikil áhrif inn í framtíðina þegar fólk lítur tilbaka og fer að velta fyrir sér hefði ég átt að gera þetta eða hitt, en þá þarna allavega í tengslu við þetta
að þá vissi fólk að það var með sér á fundunum hlutlausan fagaðalega sem að fóru í gegnum málið með þeim. Og þetta ekki síst líka mikilvægt gagnvart ólíku samfélagshópum, því þarna var einmitt sérstaklega vel huga líka að fólki af erlendum uppruna sem að skildi kannski ekki endilega allt sem fór fram og upplýsingarnar sem voru á vefsíðum til að mynda frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Þetta var mjög fínt framtak og þetta akkurat komið inn í listan hjá okkur núna í þjónustumiðstöðinni sem bara svona atriði sem mjög mikilvægt að hafa í huga. Takk. Takk fyrir. Þá leyfir tíminn því miður ekki fleiri spurningar hjá okkur í bili en fundarstjóri ætla þá að taka við og segja þá þessari annarri setu lokið í bili.